Myndavélin hér. Það bara myndavélin á þessari vél. Já. Það sést náttúrulega ekki glæðirnar. Nei, ekki náttúrulega. Cirka í myndavél. Góðan daginn. Verið hjartalega velkomnar á þennan fund sem að búið tími 20 fyrirvara. Mjög ánægð með að við gátum komið. Dagskrám verður þannig að Þorgeir ætlar aðeins að segja nokkur orð í upphafi og síðan ætlar Helga Sigurðardóttir sem heimilstjóri í mönnunar- og starfsumhverfisdeild Landspítala að segja okkur frá verkefnum sem hafa verið sett á fót á síðustu misserum til þess að bæta kjör hjúkrunarfræðinga. Og einnig eru hérna Ingibjörg Guðmundsdóttir, deildarstjóri á HÍ í Fossvogi sem með mikla reynslu af viðbragðsvöktum og þeim verkefnum sem Helga er að segja frá. Og Anna Kristín Leifsdóttir sem útskrifaðist hjúkrunarfræði í fyrra og búin að vera hér í vetur og það svona að koma inn í að svara spurningum ykkar. Þannig að þá vil ég bara setja fundið þetta og bjóða Pála velkomin. Komið sælar. Þakka ykkur fyrir að koma í dag. Ég veit að það nóg að gera hjá okkur og fyrirvari var stuttur en við kunnum að meta það. Það ekkert sjálfgefið að þarna þið endilega viljið tala við okkur, þannig að takk fyrir það. Sko, ég held að það sé kannski mikilvægt að leggja áherslu á það í upphafi að í mínum huga, og ekki bara í mínum huga, það alveg ljóst að sko, spítalar verða ekki reknir án hjúkrunarfræðinga og öflugra hjúkrunarfræðinga sem eru í rauninni hryggjarstykkið í þeirri vinnu sem hér fer fram. Og það bara vel þekkt og þið þekkið það náttúrulega betur mjög eftir að hafa verið að læra þessi fræði í nokkur ár að það að vel manna sé af velmenntuðum hjúkrunarfræðingum meiriháttar öryggismál og það bein fylgni á milli þess að hafa ekki nóg af hjúkrunarfræðingum og þess að spítalar séu hættulegri fyrir þá sem þar liggja. Þannig að það meiriháttar öryggismál fyrir utan allt annað að hér sé vel mannað af öflugu fólki og velmenntuðum hjúkrunarfræðingum. Og það náttúrulega á þeim grunni sem að við vildum hitta ykkur sem allra fyrst til að leggja áherslu á og útskýra fyrir ykkur bæði mikilvægi þess að þið hugleiðið Landspítalann sem vinnustað en líka vildum við segja ykkur aðeins frá hlutu sem við höfum verið að gera undan farin ár en sérstaklega undan farið ár. Og það nefnilega þannig að sko Landspítali semur ekki laun í sjálfu sér, ekki launatöflur, heldur sannleikanefnd ríkisins. En það þýðir ekki það að við höfum ekki leiðir til að mæta fólki þótt að það endurspeglist ekki endilega í framkomnum launatöflum. Og ég veit ekki hvort ég tók eftir í vetur, það voru ýmsar aðrar heilbrigðisstofnanir að kvarta við því að við værum að borga hjúkrunarfræðingum betur en þær og þess vegna kæmi ekki lengur til þeirra. Og það að einhverju leyti fall af því sem við höfum verið að gera undanfarið ár og hefur spurst út. Við höfum sett í gang að minnsta kosti 3 verkefni sem lúta beint að starfskjörum og verða kynnt hérna á eftir. Og það sem við höfum þá verið að fókusera á sérstaklega að forgangsraða fólki og sérstaklega hjúkrunarfræðingum í vaktavinnu, í framlínu, umfram dagvinnu fólki. Og vegna þessara áherslna þá staðan nokkuð betri heldur en berstrípaðir launataxtar gefa til kynna. Þið þekkið Landspítala og ég þarf ekki að segja það við ykkur að hér náttúrulega starfsumhverfi hér faglega vonum við, mjög spennandi. Það gæti verið enn meira spennandi en við teljum að það sé samt einstakt á landsvísu, það faglega umhverfi sem getur boðið upp á hérna. Og möguleikar til starfsþróunar eru meiri hér heldur en annars staðar. En hins vegar þá vitum við alveg upp á okkur skömmina þegar kemur að ýmsum álagsþáttum í starfsumhverfi. Og sem sagt,
það bara þannig að álag hefur vaxið mjög mikið almennt í heilbrigðiskerfinu og við finnum sérstaklega fyrir því á þessari stærstu heilbrigðisstofnun undanfarin ár og við gerum okkur grein fyrir því að þið sem hafi verið hérna nemar í nokkur ár, þið þekkið það á eigin skinni, en álagið getur verið. Þannig að við höfum verið að leita leiða bæði til að bæta kjörin hjá þeim einstaklingum sem eru þá í framvinnu og taka vaktir og síðan að draga úr álagi eftir því sem hægt er. En auðvitað er þetta dálítið svona catch-22, en það þarf náttúrulega ákveðna mönnun til að hægt sé að takast á við álagið. Þannig að þetta er ekkert alveg einfalt. Og við áttum okkur líka á því að það er mjög mikil ábyrgð sem að ykkur er falin strax frá fyrsta degi. Við höfum verið að reyna að tala inn í það og bregðast upp á það með móttökunámskeiðum og einnig með starfsþróunarári sem boðið er upp á. En vissulega er það þannig að þegar þið mætið inn á gólf sem fullmenntaðir hjúkrunarfræðingar þá er álagið og ábyrgðin náttúrulega býsna mikil. Þannig að hér verður farið á eftir í það að útskýra nánar þessar 3 helstu leiðir sem að við höfum farið til að bæta kjör og starfsumhverfi fólks í vaktavinnu og hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu. Ég vil líka nefna aðra hluti sem að kannski verður ekki talað hér á eftir og lúta þessu hinu sem er starfsumhverfi. Við höfum verið við höfum ákveðið að setja, við erum ekki byrjuð á því, við höfum ákveðið að setja aukna áherslu og byggja í auknum mæli upp verkefni sem að við höfum verið að gera í pilot og hafa reynst mjög vel. Það eru hlutir eins og það að hafa sérhæft aðstofafólk sem að er að færa vörur inn á deildir, raða línu upp í hillur, sinna þeim málum, sjá rúmin, hreinsa þau, þrífa þau, tryggja þau séu komin á réttum tíma. Þetta eru hlutir sem að skipta verulegu máli upp á það einfaldlega að fólk, ekki bara hjúkrunarfræðingar, heldur að það fólk sem mun vinna undir ykkar stjórn og er að sinna aðhlynningu, það getur þá sinnt henni frekar en að vera í þessum aukaverkefnum sem að aðrir betur geta sinnt. Þannig að við höfum verið að leggja töluvert áherslu á það. Annars sem við erum að leggja áherslu á og við lítum beint að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga er það að við höfum verið að vinna í því að efla og koma upp lyfjablöndun. Þannig að það er á 6 deildum spítalans, það sem mest er af flóknu lyfjablöndunum, að það farið þá fram á vegum apóteksins og það léttir töluverðu álagi og vinnu af hjúkrunarfræðingum sem geta þá frekar sinnt mjög veikum einstaklingum. Enn eitt er það að koma upp lyfjaróbótum, sem að skömmtunarróbótum, sem að er verkefni sem að við erum að byrja með á fullum krafti í ár en mun nú taka 1-2 ár að skila sér. Þannig að þetta allt hluti sem að lúta að því að bæta starfsumhverfi óbeint, en auðvitað kemur það ekki í staðinn fyrir það að byggja að hér sé nú margir hjúkrunarfræðingar og við höfum verið að koma fram með að við teljum mjög skýr rök fyrir því að hjúkrunarálag eigi að vera minna og það eigi að vera betur manna. Okkur virðist að við séum að ná þeirri gegn til stjórnvalda og vonum að svo sé. En enn og aftur ég þakka ykkur fyrir að koma hérna, hlusta á það sem að hér verður framsett. Við metum það mikils og endilega hikið ekki við að spyrja og ekki hlífa okkur við erfiðu spurningunum sem við efast ekki að eru hér. Þannig að velkomnar og takk. Takk fyrir þetta, Páll. Þú bara, fyrir ekki að glemta að kynna mig, ég heiti Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Mannauðsins. Við þurfum að senda nýjan hlekk á hópinn sem er mögulega að fylgjast með. Spurning hvort að ég hef ekki aðgang á hópinn, er Hildur hér? Já, hver erst þú? Ok, ég sendi þér hlekk og þú getur senda hann áfram strax. Kannski eins og Páll bara sagði, þá er áherslan hjá okkur að koma með ný verkefni sem kannski sjást ekki í launatöflu og þau ganga svolítið mikið út á vinnutíma. Við viljum sem sagt að vinnutími verði þannig að það sé að vera í 100% starfi með 100% laun, vinna þannig að það sé hægt að án þess að brjóta hvíldartíma reglur, vera í fullu starfi og láta ekki stangast á vinnuna. Þannig að álagið sem fylgir sólarhrings vaktavinnu verði tekið til greina í vinnutíma skipulaginu. Það er svolítið það sem kemur fram í Hekluverkefninu. Þetta er pínuflókið, en það mun gefa meira svigrúm til þess að vera í fullu starfi, líka svigrúm fyrir gæðastarf og endurmenntun. Og það sem eru auðvitað partur af starfi fagfólks. En á sama tíma viljum við viðhalda óskavaktakerfi, þannig að fólk sé að velja sér vaktir og ekki bara setta á rúllu. Og það er sveigjanleiki sem að skiptir miklu máli fyrir samþættingu vinnu og einkalífs. Og í rauninni
tryggja með viðbragðsvöktum að það sé alltaf einhver sem vitað að muni grípa inn í þegar álagstoppar verða og í rauninni vildum við helst hafa það í framtíðinni að þegar veikindi eru þá sé viðbragðsvaktakerfi til að taka við öllum veikindum líka. Við erum ekki komið þangað en við erum að byrja með viðbragðsvaktakerfi og þetta mun allt auka stöðugleika í mönnun. Aðeins kannski líka með móttökuna sem Páll nefndi, hún verður góð í sumar og Hrund Skeving Þorsteinsson og fleiri á menntadeild standa fyrir því. Það verður móttökunámskeið 12. til 15. júní og síðan starfsþróunarárið, það sem eru 16 til 18 dagar í vinnuskyldu. Allt þetta í vinnuskyldu, í starfsþróun og hæfniþjálfun í Hermisetri og víðar fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga. Og síðan í gegnum starfsþróunarkerfi, þetta kemur svolítið seinna, að þá geta hjúkrunarfræðingar farið í starfslýsingu B eftir 8 til 12 mánuði í starfi. En það sem við erum að fara að segja frá núna er í rauninni allt hluti sem að þið getið gengið inn í strax þegar við byrjið. Og það er í rauninni samdóma álit held ég þeirra sem að stýra þessum heilbrigðisstofnunum sem eru hér á landi að launin á Landspítala líta kannski út fyrir að vera lág í upphafi en í gegnum starfsþróunarkerfi og þessi verkefni til að bæta vinnutíman og kjörin að þá er bæði hægt að byrja að hærra strax og hækka hraðar þegar tíminn líður. En þá ætlum ég að biðja Helgu að koma og segja frá verkefnunum þremur. Sæl. Þetta eru 3 verkefni eins og kom fram hérna áðan, vaktaálagsauki, Hekluverkefni og svo sumarömbin og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessum þáttum. En vaktaálagsaukin er sérstök álagsgreiðsla fyrir vaktavinnu og þú þarft að vinna ákveðið mikið utan dagvinnutíma og það eru 13 tímar á viku eða jafnaði 55 til 57 stundir eftir lengd mánaða og þetta er svona tilraun til þess að því við gátum ekki samið hærra vaktaálag fyrir þessa vinnu að setja einhvers konar álagsauka til þess að umbuna þeim sem eru að vinna á þessum tíma sem við eigum erfiðast með að manna. Og hérna eru þetta bara svona dæmi þetta eru grunnlaunaflokkurinn 0-2 og launatala og þegar að vaktaálagsaukin þá reiknuðum við 5% ofan á grunnlaunin og þetta er svona viðráðanleg vaktabyrði sem að langflestir hjúkrunarfræðingar á þessum vaktavinnueiningum er að fá. Það er eitt sem að kannski hún kemur alltaf til greiðslu 2 mánuðum eftir að vinnan er unnin að þetta kemur ofan á uppreiknu laun en þetta hófst á síðasta ári og er búið að ákveða að verði fram yfir næstu samninga. Ég sýni ykkur líka dæmi launaseðal eftir þar sem að þessi launauppbót kemur fram. Svona. Svo er það Hekluverkefnið en það er liður númer 2 sem að hófst núna áramótin og var búið að vera að vinna að á síðasta ári. Þetta er samstarfsverkefni milli hjúkrunarfélagsins og Landspítalans og gildi líka út gerðardóminn fram að næstu kjarasamningum. Þetta er til að brúa bilið og þetta mun hvetja til, við erum að vonast til að þetta hvetja til hærra starfshlutfalls og við sjáum að það er að gerast. Vonast til þess að minnki breytilega yfirvinni og bæti starfsumhverfi í vaktavinnu. Þetta er svona tilraun til þess að gera starfsumhverfið aðeins betra og það sem að stofnunin hefur líka hagað breytingunum. Og það sem Ásta var að tala áðan að við höfum einhvern á viðbragði til þess að koma þegar að starfsemin, það eru toppar í starfsemin og við þurfum á að halda. Markhópurinn eru hjúkrunarfræðingar á sólarhringsdeildum í vaktavinnu og þetta er mynd sem að, þetta eru 3-þætt verkefni, það eru hærri laun fyrir aukið starfshlutfall, viðbragðsvaktir og svo undirbúnings- og frágangstími. Og ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá þessum 3 þáttum. Launahækkunin, hún er þannig að fyrir það að vera í 80% starfi á Hekludeild og það eru langflestar leigudeildirnar og sólarhringseiningarnar komnar inn í verkefni. Það eru núna 21 deild komin inn og svo eru fleiri í undirbúningi. Og fyrir það að vera í 80% starfi ferði 1 launaflokk, fyrir það að vera í 90% starfi ferði 1 launaflokk og 1 þrep og fyrir 100% starf 1 launaflokk og 2 þrep. Þeir sem að
gera samning Hekluverkefni, þeir skuldbinda sig líka til þess að vera á svokölluðum viðbragðsvöktum og þetta eru vaktir, bara eins og hver önnur vakt á vaktaskýrslunni sem ekki með viðveru í húsi. Þannig að það verður bara heima en tilbúin til þess að koma ef á þarf að halda. Þannig að þetta kemur til styttingar á viðveru. Hún notuð til þess að bregðast við álagstoppum og ég held að Ásta sé komin svolítið langt inn í framtíðina en það væri náttúrulega óskandi að vera með fullt af svona viðbragðsvakta fólki til þess að bregðast við svo sem væri partur af vinnuskilum starfsmanna. Þannig að það þyrfti ekki að vera öll þessi aukavinna sem leggst ofan á hjá okkur á hverjum degi. Svo eru undirbúnings- og frágangstíminn. Það eitthvað sem allir þeir sem taka viðbragðsvaktir fá og þetta kemur til styttingar á vinnuskilum líka sem nemur 4% og þetta hugsað ef þið horfið á vaktaskýrslu þá þetta 20 mínútur af hverri vakt sem kemur þá í frádrátt af vinnuskilunum og í staðinn fyrir að lengja hverri vakt þá það sett svona fjarveru vakt í vaktaskýrsluna til þess að tryggja að þetta skili sér. Þannig að þið heyrið að þessi leið svolítið, hún svona þríþætt og svolítið flókin. Svo það þriðji liðurinn, það sumarömbunin og það sami markhópur, það eru hjúkrunarfræðingar og starfsmenn sem að vinna vaktavinnu utan dagvinnutíma og þarna verið að umbuna fyrir vinnu á helgarvöktum eða rauðum dögum yfir sumartíman og tímabili frá 15. júní til 20. ágúst þarna undir. Og þetta tímabil sem að flestir hafa verið í fríi, þetta dekkar 17. júní og svo fram yfir hvað heitir helgin? Menningarnótt sem þetta eru svona þessi þættir sem við hefur verið oft erfitt að manna hjá okkur. Upphæðin að taka mið af vinnu helgar og þetta eru 2 upphæðir, ef þú vinnur 88 til 99 klukkustundir þá færðu 100.000 krónur og ef þú vinnur yfir 100 klukkustundir eða 216 á bakvaktum þá færðu 150.000 krónur. Og þetta kemur til eingreiðslu 1. nóvember og þetta ekki óhófleg vaktabyrði, þetta í raun og veru bara eins og önnur hver helgi á 8 tíma vaktum eða 12 tíma vaktir þriðju hverri helgi. Þannig að engin fríhelgi þannig inni. Þannig að flestir eru margir sem ná þessu hjá okkur. Og allar vaktavinnu einingarnar okkar eru þarna undir. Þetta ég held að ég var að renna yfir skjali hjá kjaradeildinni. Það eru allar þær deildir þarna undir. Aðeins dæmi þessa 3 launaauka því að þetta alltaf grunnlaunatalan sem við sjáum. Þetta eftir hækkunina 1. júní 395.991 og hér eru sömu, erum við búin að bæta við Heklu grunnlaununum eftir starfshlutfalli því að það ólíkt eftir starfi og erum að þá komin upp í 415.790 fyrir 80% starf á Hekludeild, fyrir 90% starf 425.691 og fyrir 100% starf 435.590 krónur. Svo næsti græni dálkur, það eru settum við inn vaktaálagsaukann og þá bara beint ofan á grunnlaunin, þá reiknum við 5% ofan á, þá eru þau komin upp í 415.791 og svo ofan á Heklulaunin fyrir 80, 90 og 100 frá 436.580 og upp í 457.370. Þetta bara svo þetta miðast við 100% starf þannig að þetta grunnlaunatalan, bara svo ég viti það. Svo það næsti kassin sem sýnir sumarumbunina og þá þessar krónutölur fyrir sitthvort klukkustundaflokkinn og kemur til greiðslu 1. nóvember. Þannig að til viðbótar við þessu laun væri hægt að hugsa sem svo að 33.000 fyrir hvern mánuð sumarsins bætist við eða 50.000. Þannig að þá erum við að nálgast svona viðunandi
tölur að við teljum. Dæmi launaseðla, hérna tókum við eftir hjúkrunarfræðingur sem að útskrifaðist í fyrra og í Hekluverkefninu. Við tókum hérna til viðmiðunar 1. nóvember bara til þess að hafa ekki desember stóratíðarkaupið þar inni og hún hérna í 384.000 og í 90% vinnu. Hérna sjáum við útborguð laun og svo brúttórlaun og svo núna til hérna samanburðar. Hún í Hekluverkefninu þessi hjúkrunarfræðingur og hún líka hérna gefur launauppbótin sem viðbragð vaktaálagsauki. Hann sést bara hér sem launauppbót og þá hérna fyrir hérna sést hvað tímabilið Þannig að þessi hjúkrunarfræðingur komin í 100% vinnu, þannig að hún komin í 044 og vaktaálag, það ekki mikil aukning. Ég var aðeins að skoða hérna vaktaálag 1, það 22 tímar og 23,7, svo vaktaálag 2,56 á móti 52 tímar. Þannig að launin að hækka úr 498 upp í 633 og hérna sjáum við útborgulaun. Við erum með reiknilíkan sem við getum mátað ykkur líka inn í. Hafið þið heyrt Hekluverkefni eða kynnst þið eitthvað? Já. Hafið þið farið inn á netið og skoðað eitthvað? En þetta bara aðgengilegt á innri vefnum hjá okkur. Og setur maður inn og maður getur fyllt inn í alla rauðu reitina. Og lífaldurinn, hann segir í raun og veru bara orlofið á yfirvinnu, það breytist, lengist orlofið okkar eftir hækkandi aldri. Og svo þetta að máta inn í starfshlutfall og svo launin. Vaktaálagið, mér datt í hug bara að við myndum nota, þetta svona hefðbundin vaktabyrði hjá hjúkrunarfræðingi, vaktaálag í 1, 23,75 tímar. Þannig að máta maður raun og veru bara það sem kemur fram á launaseðlinu, tímana undir ólíku álagi. Þessi með 56 tíma hérna. Þessi hjúkrunarfræðingur með launataxtan 395. Þetta uppreiknað með við launatöfluna sem kemur út 1. júní. Hún ekki á netinu. Og hér merkir maður við hvort að viðkomandi nái vaktaálagsaukanum og það sér maður bara með því að telja saman þessa með 50, 60, 79 tíma rúmlega og hún nær það vaktaálagsaukanum. Þá heildarlaunin hér 450.000 og með vaktaálagsaukanum 473.000. Þú lest í gegnum skjala frá vinstri til hægri og hér sérðu áhrifin af Heklu. Ef að viðkomandi áfram í 80% starfi, þá hann komin í launataxtan 415.000 úr 395 og hækkar 5% í launum. Sem nemur með vaktaálagsaukan og 23.000 krónum. Vinnuskilin í Hekluverkefninu, það gefinn afsláttur sem nemur 4%. Svo til viðbótar við það eru viðbragðsvaktirnar sem eru fyrir 80, 90, 100% starf, cirka 2 til 3 í mánuði og þá viðveran ekki nema hún miðuð við að fara ekki yfir 50% af vöktum. Þannig að hérna erum við að vonast til þess að sá sem tilbúin til þess að vera í 80% starfi, hann sé að hag sinni í því að fara upp í 90% og hækka launaflokkinn sinn 1 þrep til viðbótar, vera þá með vinnuskil 86,2% og svo þar af eru 2 til 3 viðbragðsvaktir sem eru með minni viðveru á deildinni. Þannig að þá launin að hækka 20,9% eða rétt tæplega 100.000 krónur
Þannig að þetta svona galdurinn við Hekluverkefnið og reiknilíkanið. Hér getur maður líka, ef að setja hérna 90%, þá í raun og veru sami leikur ef þú ert í 90% hérna starfi og þá ertu komin úr 395.000 upp í 425.000 krónur. Viðveran 86,2% og þarna maður að vonast til þess að sá sem í 90% vinnu nú þegar sé tilbúin til þess að fara upp í 100%, auka þá launin 22% og vera með sirka sömu viðveru í vinnu. Nei, þetta bara vaktafjöldinn sem á vinnuskýrslunni og þar af eru 2-3 viðbragðsáttir. Þannig að viðveran sirka, minnkun á viðveru sirka svona 10%. Og við höfum, þetta ekki nýtt fyrir bara þessa viðbragðsáttir og við höfum verið með tilraunaverkefni á skurðlækningasviði síðan núna í að verða ár og þar áður á bráðamóttökunni við Hringbraut og fæðingavaktinni og viðveran á vöktunum, hún hefur verið undir 50%, hún hefur ekki farið yfir 40% á þessum tilraunaverkefnum. Og Ingibjörg hún hefur eiginlega mesta reynslu núna af viðbragðsvöktum það eru 3 deildir á skurðlækningasviði búin að vera að vinna saman og hún var nú sjálf ekki komin í stjórnendastöðu þá og hún hefur nú stundum sagt sögu, viltu segja okkur söguna? Hún svo hún sáist í uppkíkjum. Ég var man ekki hvað gekk þetta núna. Mér leist ekki á þetta. Ég hafði enga trú á þessu. Og ég er að fara framkvæmt í draugunum og það fyrir mér að þetta bara eilíf útfært og allir þessi veikindum og hendur í bara söktum. En svo endaði þannig að við erum ótrúlega lítið að kalla út og þetta bara mjög mikið öryggi fyrir hjúkrunarfræðingana sem á deildinni, koma upp þessi og stoppar. Þá einhver heima sem bara eitt símtal burtu sem kemur og rættar í 12 tíma og þessu heima aftur. En þetta gengir rosalega vel. Nú erum við deildarstjóri og þetta bara dásamlegt. Þetta ótrúlega ánægður. Nei, þið viljið eitthvað spyrja, bara endilega. Anna Kristín útskrifaðist í fyrra og að vinna núna á bráða öldrunarlækningadeildinni og hún var að vinna í fyrra sumar og kom svo í lok sumars til okkar. Já, þá eru í raun og veru ef þetta er vaktavinnudeild, þá það vaktaálagsaukin. En það eru bara allar sólarhringsdeildirnar á skurðlækningasviði komnar inn í verkefnið, allar sólarhringsdeildirnar á lyflækningasviði eru komnar inn í. Bráðadeildin í Fossvogi og þar verið að undirbúa líka allar deildir á öldrun og endurhæfingu. Þær eru að hefja þessa vegferð, þannig að það eru á geðinu eru líka deildirnar á Hringbraut, þær eru að undirbúa verkefni líka og ég hugsa að allar þessar deildir verða komnar inn fyrir sumar. Það er allavega markmiðið hjá þeim. Gjörgæslan að byrja núna 1. apríl og kvenlækningadeildin. Fæðingavaktin í undirbúningi og fleiri deildir á kven- og barnasviði. Það held ég verði í skoðun en eins og það ekki búið að sækja verkefni en ég veit að geðsviðið ég er alveg búin að heyra að fólki á Kleppi að skoða hvernig það geti unnið að samvinnu. Það sem máli að ef maður vill bara vera venjulegur 80% hjúkrunarfræðingur, vinna bara með þrískipta vaktir, að ég sé ekki bara með 395.000. Þú veist, að það sé að málið í okkur,
að sé grunnur ekki á burður að vera í hættu, þú þarft ekki að þetta, þarft að það ekki mörg helgavaktir. Ég held að sé meira bara, ef þú ert í dagvinnu og þarft að vera á dagdeild vegna einhverja ástæðna, að þú sért ekki með þessi leið. En þú nefndir sko, ef þú vilt vera venjulegur hjúkrunarfræðingur í 80% vinnu og 3 skiptum vöktum, þá eru þessi 3 þættir að koma inn í launin hjá langflestum á megnunardeildunum. En það er alveg rétt að við höfum verið að forgangsraða öllum þessum aðgerðum á vaktavinnueiningar þar sem að mesti vandinn hjá okkur er. Það er alveg. Já. Já, mér finnst það, sko, sérstaklega núna sem stjórnandi, þá finnst mér umhverfið vera öðruvísi. Það er svo mikill léttir að vita af einhverjum heima. Því að það er til dæmis, og deildin okkar er þannig að eftir hádegi þá yfirleitt kannski 4 sjúklingar að koma á vöknum, oft á svipuðum tíma, þannig að það verður oft svolítið hektist eftir hádegi. Þá er svo gott að vita því að það er einhver heima. Og ég hringi, tek stöðuna, kannski hádegi, hvernig gengur. Bara já, við sjáum, það er mikið að gera og hringi ég í viðbragðsvaktina, hún kemur og hjálpar okkur eftir hádegi og fer svo heim. Þannig að það lendir ekki þetta auka að taka móti svona mörgum á vöknum, það lendir ekki á hinn skiljiði. Þannig að já, mér finnst álagið það hefur jafnast út. Og líka bara það að vita af einhverjum heima,
það fleytir mann ótrúlega langt. Og ég veit ekki, Sigurbjörg vinnur A4, hvort þú upplifir þetta á kvöldvaktunum, að vita af einhverjum heima. Engin kvöldvakt. Nei. Ég er náttúrulega ekki á kvöldvaktunum, sko. Ég vinn mjög mikið á kvöldvaktunum. Sko. Það er búið að vera gigantísk veikindi. Það er búið að vera ég ætla bara að segja eitthvað, ógeðslega mikið álag. Við erum búin að vera með mjög erfiða sjúklinga, mjög þunga sjúklinga. Erfiða bæði bara upp á genið sem starfsfólk gera. Það vantar helgar. Já. Mest. Þetta björgunarnir. En jú, þetta hefur björgunarnir á mörgum sinni. Það verst náttúrulega má ekki kalla út fyrir veikindi og það búið að vera búið svona mikið veikindi. Við köllum samt út fyrir veikindi. Já. Þegar ekki næst í neitt og vantar kannski kvöldvaktur hringir á hádegi og er veik og við náum ekki að manna alla vaktina. Þá hefur við oft náð að toga saman einhver á morgunvaktinni, getur verið til 6, 7 og nærvaktin getur kannski komið kl. 10. Og þá hefur við notað viðbragðsvaktina til þess að bjarga þessum bút sem vantar á milli. Og það hefur gengið ótrúlega vel. En ég finnst það eins og sem er í 100 og borðið 100% og það lendur frá henni að það koma 10 vaktir í raun. Já, það er enda mjög sérstakt. Já, það eru viðfarsvaktir og hún á hvernig út að ára. Þannig að ég sé faktisk ekki það minni viðveru eða vakta. Það er enda svolítið sérstakt í henni, því hún tekur bara kvöld- og næturvaktir og er með ákveðna fyrirvara. Önnur eru núna 4 hjúkrunarfræðingar í 100% vinnu sem eru að rúlla alla vaktir. Og allavega 3 af þeim gengur mjög vel af því þær eru að taka alla vaktir. Það getur verið snúnar að koma sér fyrir ef maður er með mjög mikla fyrirvara á óskonum sínum. Getur bara tekið eina næturvakt í einu, aldrei vakt eftir svefndag og eitthvað svoleiðis. Það er bara þannig í 100% vinnu. En hjá hinum, eins og núna 100% hjúkrunarfræðingur var á viðbragðsvakt í gær, ekki kallið út, kemur í dag á Hekludag á morgun, þess að frídag á launum, út af þessum undirbúningstíma, sem er 24 vakt sem er í frí. Og svo frí 50 og föstudag og vinnur svo helgina. Þetta er 100% kona. Hún var að tala um það í morgun, hvað þetta er dásamlegt að eiga þessa viðbragðsvaktir, ekki kallið út, og svo Hekludag. Þetta er 100% kona. 24 vakt. Já, er frívakt. Frívakt út af undirbúningstíma. Já, það er að þjálpa þannig. Þú varst með eina hérna uppi og aftast. Já, en ég myndi þetta verkefni og nýta það sem að vera þetta mann að vera heima í fríi. En eins og minni til, þá getur maður líka komið með stólum og fengið aukavakt. Er þetta ekki að vera nýta að byrja aukavakt að þetta nefnum á minni til? Ég sé ekki fram á þessu. Við, til dæmis, þegar við byrjum fyrir ári síðan, þá er einmitt þegar ég rúllaði augunum, vegna þess að B6 sem er með okkur var mjög illa stödd á þessum tíma. Það er mjög mikið hjúkrunarfræðinga. Og ég sá alveg fyrir mér að það er bara allar viðbragðsvaktir yrði á B6. En flestir hafa haft það þannig að þeir eru að auka við sér prósentu. Sá sem var í 70% vinnu hækkaði sig upp í 80 og öfugt, 80 fór upp í 90 eða hvað það var. Þannig að þessi 10% hækkun fór í viðbragðsvaktir. Og eyrnamerkt viðbragðsvaktunum fór ekki í vinnuna inn á deild. Þannig að B6, og það er búið að skoða þetta núna komið ár, og B6 er ekki kallað meira út heldur en aðrir. Það er meira þess að lögðu fleiri prósentur inn í verkefni heldur en við hinnar. Af því að þær voru svo margar í lítilli prósentu sem hækkuðu við sig og það fór allt inn í viðbragðsvakta verkefni. Og það er það sem flestar deildir gera. Fólk er að kannski verið í 60-70% vinnu, hækka við sig 10% og það er viðbragðsvaktir sem eru eyrnamerktar í því og þær eru ekki látna rúlla á þessu venjulegu vakti. En náttúrulega þekki ég ekki á öðrum en bara skurðsviðinu og það gengur mjög vel og við erum með mjög lága útkallstíð, eiginlega alveg vandræðarlega lága. Alls ekki. Það er svona framtíðarsýnin okkar að það er meira þannig. Og vinna árið þegar en allt er þetta bara það er ekki stúdíun þannig ábyrgð. Nei, grunnmönnin eru léleg. Já.
við viljum vera í jafnvægi, þannig að verðum að vinna það. Og ekki svona þessar breytilegu. En líka þegar breytir að vinna saman, Já, við til dæmis var einn sem útskrifaðist síðastliðið vor hjá okkur, byrjaði í haust og var það búin að vinna þannig 4 mánuði þegar við byrjuðum, hún kom sérst inn í Hekluverkefnið, núna 1. janúar. Hún fór heilan dag þar sem hún heimsótti hinar 2 deildarnar og bara á laun skilur bara sem partur af vinnutíma. Við erum líka rætt það að ég tek undir, við erum að bregðast við stöðu sem erfið og það vantar fólk, meðan það vantar fólk og þetta í sjálf sér leið sem við rættum að tala ef að heldur á sem horfir að þá vonandi fólk til hjálpa þannig að þú alltaf væri að hjálpa í náminu og við sem að ráða húsnafæðin inn á landsbyggðina eða þetta alltaf að fara til fólkna og ferða í innáttina. En aðeins var það undirbúningin að við búum að fyrir reynslu á stjórnarskapsviði og á leikmannskapsviði að við erum skoðið að færa en við erum að samin í sveituna en að þeimta. Þannig að við höfum greint við hvaða verkefni eru til þess almenn hjúkrun aðgerðarsjúklinga og hvað eru sértækverkefni. Sértækverkefni sem að til dæmis heyra til líka, hálaug eða heilutauga. Og við erum lagt á það áherslu í allri undirbúningi og umræðu að þeir sem að fara milli eininga, þeir eru að finna almennu hjúkrunarstörfunum sem eru þeir á kirkju versus sértækverkefni. Þannig að við erum ekki að láta fólk fara í erfiðasta sjúklingin eða erfiðustu verkefni og stundum að fara að taka þannig að það bara settir á og koma ákveða sjúklinga. Þannig að það bara minn skilning. Já, það þannig. Til dæmis verður með að tekja á viðkvæmsvart og á öðrum deildum og þau eru að vera aðverkum þannig að maður getur settir á örugan hátt. Og undirliggjandi náttúrulega þessi viðverðin okkur aðstæða til að staðra hægla og bæta fræðslu og aðgengi að upplýsingum í að gæða þetta. Við erum með ákveðna kríteríur eins og hjá okkur fyrir þessar 3 deildir. Þetta er þess mín deild sem er 3 sérgreinar og kannski pínu opnandi fyrir hinar, eins og mjög sérhæft. Síðan er bæklun og svo er heil og tauga og bæklun. Þannig að fyrir þeir sem að, já, margir bæklunarsjúklingar eru oft svona þessi grunnhjúkrun, þar sem að hinar, já, flestir treysta sér til að sinna. En meðdalegu sjúklingur upp á B6 sem er með tracheostómi og þarf að soga, það getur verið svolítið ógnandi fyrir óvanan að sinna þeir, að brunasjúkling þeirra á 4. Þannig að viðbragðsræktin sinnir ekki þeim sjúklingum. Hún tekur oft verk, kannski þarf að setja upp nál á viðkomandi sjúkling sem að hver sem getur sett. Og við erum með alveg bara mjög mikla kríteríur. Já, þú er líka ekki að vera aðeins sem það mjög mikið. En bara helga. Er ekki ástæða að þið ástæða Ekki náð að manna, hreinlega ekki mannskap, ekki hausa, deildar. Því miður er það þannig ennþá að við höfum ekki náð að setja á helgarnar. En það stendur vonandi með fleiri hausum til bóta. Þú bæta við það? Ég var nú eftir, þetta bara fyrir röðina. Fyrir ástæða til að aðeins staði ég er bara að hafa það já. Þetta er ekki löng saga síðan. Það er þannig að í grunninn þá er það samningarnar ríkisins systemið og þetta fyrir launatöflur. Og síðan er líka stofnanasamningar inn á hverju stofnun fyrir sig. Og til þess að geta í rauninni og í grunninn þá verður stofnun sem fullkomið til hjálparheimilega 1968 þá komum við fyrst til. Og þá var breytingin nokkuð jöfnum móti. Síðan við liðum 20 ár og á þessum 20 árum þá hefur þetta niður öll þannig sem mér finnst reyndar svolítið breyting núna, það er svona breytingarvakning frá samningsaðilum. En það hefur verið þannig að það er búin til svona ákveðnir hópar sem við þurfum sem verður útdælingar á stofnanir. En hóparnir hafa alltaf verið dreifðir svolítið bara í takt við stöðu til að fjölga hverri stofnun fyrir sig. Án þess að horfa
til þess fyrir samsetning hópsins á hverjum stað eða hvert áherslumáli á hverjum tíma. Og á Landspítalanum þá erum við mjög oft með ungt fólk í vinnu og það rosalega þrýstingur að hækka lægstu launa. Þannig að það kostar mikið fyrir okkur í rauninni að hækka, á meðan það kostar minna fyrir aðra stofnun að gera slíkt hið sama og þá hafa aðrar stofnanir við ákveðinn afgang sem að fer í aðra hluti. Og þannig að 20 ára skeiði það hefur verið gatið orðið svolítið svona. Sem mér finnst vera vitundarvakning núna hjá samninganefndinni að horfa til þess með hvað hættu við að greiða peninga. Já, ég bara svo stjórnmála. Og þetta akkurat það sem við erum akkurat að gera. Það bara aðeins að það var líka sem við koma í það mála það eru náttúrulega og mönnum ekki áfæðið frá þeirri og hafa grunnmönnum að þeirri. Það svo langt að gera það líka mjög breiðum samtíð að hafa þannig starfsumhverfi ekki bara matur og aðbúnað og þannig að fólk vilji það átak sem að vera bara náttúrulega ekki hjá. Það þess að bara þessu stofnstæðan þá við viljum að fólk þetta og aftur. Þannig að hver ákvörðis með tekinn án þess að þetta sjálfa það stofnstæðan með okkur tíu. Við höfum samt farið þá og höfum tekið ákvörðin að gera lífstæðan að bæta því að sérstaklega afhælisbúr. Þannig að það ekki hjá. Það og þetta eru 100 milljónar að verða þetta já. Það þetta að fara að þetta á tilfæðlega áfæði að það áfæðina og þetta tilfæðlega að það fjóðum á. En hún þarf í rauninni að vera eitthvað með þetta sem svo það annað verkefni að ég held að jafnlauna vinna við jafnlauna muni taka á hlutum þessu og læra það að grunna þetta þetta einhverju skilningi þess virði í starfiði með og það en við erum ekki að við getum þetta og við erum að setja þetta á aftur. Jú, má ég aðeins af því að það búið að tala það svolítið, álagið og fjarverun og á hverjum tíma erum við með 60 stig, getur það ekki passa, á hverjum degi í yfirvinnu. Og það náttúrulega eins og þið heyrið á deildunum þar sem þið eruð að vinna, þá það náttúrulega bara hjúkrunarfræðingarnir sjálfur sem að vinna þessu aukavinnu. Og það svolítið hugmynd sem að félagið kom með inn á samstarfsnefndarfund og byggir á þessu Hekluverkefni. Það að hvernig hægt að nota þann pening sem greiddur í yfirvinnu til hjúkrunarfræðinga til þess að færa yfir í grunnlaunin. Og það bara, var ég búin að setja eitt hjúkrunarfræðing sem 60% starfi, hann með sem nemur 20% í aukavöktum, 4 aukavöktir yfir mánuðinn, og þá hann að nálgast laun 80% starfsmanns, það mínus 12.000 en vinnuskilin eru minni. Og ef við bætum þá einni aukavakt, 9,6 tímar fyrir aukavaktina, þá ertu komin 30.000 krónum upp fyrir. Þetta nálgunin sem að félagið að hugsa í þessu Hekluverkefni. Það að jafna sirka laun þess sem að tekur 20% aukavaktir við inn í fast vinnufyrirkomulag. Og þar erum við að hugsa ef við náum að festa allar aukavaktirnar í fastri vinnu og skipuleggja vinnutíman betur, þá vonast við til þess að álagið minnki. Þannig að vona þetta kannski. Já.
það sem að því þetta þetta verkefni með félaginu og hjúkrunarfélagið að horfa vonast til þess að þetta verði ákveðið innlegg inn í næstu kjarasamninga. Það sem hægt að semja einhvers konar afslátt af vinnuskilum, náttúrulega hækkun launa og samsetningu og skipulag vakta. Það hefur ekki verið hreyft við vinnutímakaflanum mjög lengi í kjarasamningum. Þannig að þetta bara mikilvægt verkefni þegar vonast til þess að sem flestir taki þátt að verið komið svolítið reynsla inn í næstu samninga. En þetta gildir í raun og veru bara fram að útgerðardóminn af því að þá vonustu til þess að verið samið og þurfi ekki svona alls konar auka húsakúrur. Já. Nú ég að ákveðin ég fæ sjálfsögurnaðarkjöðu sem næst stærst sjúkrahús Íslands, þetta bara annað sjúkrahús í landstöðum. Ég fæ hækkuverkefnisgreiðir, 80% eftir skrámannar, það hækkar ég því eins og 90% hækkuverkefnisgreiðir. Það þeirra útspil, því að þeim vantar hjúkrunarfræðinga, þeim vantar nýliðin, þeir fá þessi leið, þá ég ekki í neinum viðtalsröddum eða neitt, ég fæ bara þessi leið. Þannig að þú vinnur alla þína 80% eða 90% en hér færðu afslátt af vinnuskilum ofan á? Já, ég ekki að vita. Nei. Ég bara í því. Já. Þannig að þú vinnur bara mína 80%. Viðveru. Sem bindingu. Nei, ég fæ bara, ég 425 verða í grunnlaun já. Svo má ekki gleyma sumarumbuninni sem alveg eins og 33.000 eða 50.000 krónur ofan á sumarlaunin á mánuði. Já. Ég bara að venna þessi allt árið og venna eitthvað tímlega, nógu tímlega allt. Svo að ég fara í frí, ég fara þetta ekki, en þeir sem 20% verður, þeir fara þetta næsta tímlega. Þetta næsta sem ansvarar, það sjá sumarumbuninni, það þannig að þetta sagt að það helgi, ekki tíma vatnir eða þegar ekki tíma, en ef þú tekur frí, sem í rauninni eins og það frí, ekki sumartíma, það ég að setja framan í lappana, við læta ákveðan tíma sem helgarnar yfir sumartíman og þetta í rauninni allt viðmiðunar tímabili frá 15. Ekki fullt. Það hefur alveg ásand deilt einhver Við ræddum þetta hjá okkur og það var konur á Selfossi og það var alveg ákveðið að ef þeir hefðu áhuga og þá væri alveg svigrúm til þess. Já. Ég veit ekki hvort þetta en með staðstofna orðið eins og komið og þá
Og þetta þýðir það að 10% af vinnutímanum sem verður í, það hægt að fræðslu eða vinnusmiði eða slíkt og stuðningi. Og það hópframfærsla sem og aukning sem það haldið utan hópinn þetta fyrsta ár sem nú oftast erfiðasta árið, en við höfum líka talað það að halda áfram að halda utan hópinn. En það hefur ekki orðið, en það í umræðu. En þetta fyrsta ár, starfsmannaárið, það gefur þetta svigrúm, það til þess að þá leita lausna á þessum hvernig fólki líður, hvernig það á að díla við álag, hjálpast að við að finna lausnir og að fá að þetta fræðsluna og sem klíníska þjálfun sem hjálpa fólki að vera betur undirbúið undir starfi. Þannig að það það sem uppleggi með starfsmannaári. Og við náttúrulega, þetta ekki okkar uppfinning, þetta kemur að utan, það kemur frá Bandaríkjunum, þar sem þetta yfirleitt skylda. Að fólk fara á svona starfsmannaár, þar sem haldið utan og einmitt handleiðsla stuðningur stór partur af þessu líka. Þetta ekki bara verið að fræða eða eitthvað svoleiðis. Og svo það líka þá verkfræðingar í Hermissetri. Þannig að það síbreytilegt, við reynum að fylgjast alltaf með hvernig það að koma út á hverju ári og reynum við bætum og breytum í svona að við sjáum þörfina hjá fólkinu. Nei, með nemendur sem í námi, en í starfi. Nei. Já. Nei, ég meina það bara frábær hugmynd, það getur verið að við eigum að tala það, en við erum náttúrulega með þessa móttökudaga fyrir líka þriðjársnemendur þegar hefja störf á sumrin, að það móttökudagur versta ánum í fyrra, sem til þess að gera fólk aðeins öruggara og hjálpa því að kynnast líka fleirum og slíku, en það bara góð hugmynd að kannski eigum að fara að halda betur utan nemendur sem eru að vinna þetta hjá okkur líka. Já, það bara, ég veit það. Ég átti að vel hafa því. Já, Það kannski, eftir einhver ár, að vinna á kvöldin, á nóttunni, helgar, og á sundin líka og svona, dagblöðsum lokar og svona, af hverju já. Og okkar sýn á vinnutímann að gera hann heila styttri en maður í vaktinni til að gera þetta saman. Og hafa síðan óskarvaktir til að einnig gera þetta fólk mótið framir fjölskylduna. Við höfum vissulega enga áhuga og höfum við viðræðum Reykjavík og fjölga leikskólaklassum fyrir ungbarna aldurinn og hafa slíka lóðinni og það vonandi framtíðar í kringum nýja menntarækjarna að það verður þeir þess að það verður Já, þetta svona það sem við höfum í framtíðinni sína að gera. Þetta kannski að við höfum líka verið í viðræðum við Reykjavíkurborg og leikskólana að vera með meiri sveigjanleika yfir sumarið, af því þetta alltaf bara þessar 2-3 vikur sem lokað yfir árið og þrengir svolítið. Já, 2-4 vikur eftir aðeins leikskólan og ég held að þessi bara Garðabærinn sem hefur opið á milli leikskóla. Já. Já, en ég vil líka svara spurning, ég með 1 ára og það sem ég finnst kostir við náttúrulega og það til mín tekið mikið tillit til þess að ég verið og maður veit frá mér tíma þegar það á leikskólanum
Wednesday morgun þá fannst mér stór kostur, en það náttúrulega hægt að geta vinnunum. Mér fannst það kostur að geta valið það, af því að það að geta gert það. Og já, ég vann á það kannski síðan og kom tilbaka, lækkaði náttúrulega töluvert í launum, það kom tilbaka þarna stund síðan. En ég kom að því mig langaði meiri reynslu og ég valdi það frekar ánægði heldur og vinna við það sem mig langaði frekar að læra betur að vera á hjúkrunarheimilum. Ég persónulega vil því ég áhugaður. En eins og staðan í dag sem hættuverkefni þá miðað við grunninn sem ég var með í síðasta sumar sem núna þá ekki engu. Þín deild að fara. Og þín deild að skoða. Já. Þú náttúrulega komið rætt á þess að kannski eða. Já. Og við erum að byrja þetta. Tíminn sem við erum og ég háður. Og það eina okkar spurningar. Já, það fæði þetta starfsfólk. Það ekki bara strax eftir. Það ekki nýja og innlega annars staðar kannski. Það ekki, starfsrónar árið miðað við sett nýútskrifaður. Þannig að allir séu á sama level, þannig að en ef einhver er búinn að vinna í 2 ár annars staðar, það er svolítið öðruvísi að koma inn á starfsrónar ár þá. En við höfum verið að bjóða upp á ákveðna svona einstaklingsmiðaða aðlögun fyrir þá sem eru að koma tilbaka eftir að hafa unnið annars staðar. Þannig að það er ekki, þú herð áfram inn í svo starfsrónar kerfi hjá okkur og þá höfum við búið til skema fyrir það fólk eða hjúkrunarfræðinga sem eru að koma aftur eftir fjarvist frá spítalinu. Það er öðruvísi með þá sem eru fara í barnsburðarleyfi. Það er öðruvísi að vera heima en við höfum tekið þá sem eru að koma aftur eftir barnsburðarleyfi, hafa ekki náð að vinna eftir það, þeir koma inn á starfsrónar. Svolítið öðruvísi. Þeir eru sko endurskoðaðir, þeir hafa ekki að fresti, en ég fann að fjármagnið sem sett inn í það, hefur ekki með stórum hægt að við hefum viljað sjá. En þeir eru nei, síðast sem það var endurskoðað 2015 þegar við gerðum bókuna með hættuverk. Getur félagið í mánuði og ekki verkefni leyst í rauninni á samtíma. En grunnurinn ekki það, já. Eða sem við stoppum það samtíma sem er að opna og það er skoða það sem fæst í kjarasamningum. En við viljum að við viljum að grunnurinn ekki sjálfsagt að bæta ástæðarfræðstum eða hætta okkur í grunninn og svo myndið ekki að grunninn með ekki starfsnáttúruleginn. Það sem er best að sækja sterkur að grunnurinn sé að hætta. Það er ég bara þekki því hvernig það er að taka tíma til að vera hérna með og hlusta á þessu og koma með spurningar og það er okkar óskar að þið hugleiðið það sem við fram. Við teljum okkur hafa stigið mörg skref af í því að bæta kjör í því starfsumhverfi sem að þið flest farið svona hlustinni. Við erum líka en ég að gera einstaklega til að taka svona truflandi aukaverkefni að fara. Þannig að þessi hjúkrunarfræðingar það ekki sjúkur og síðan því að og vilja byggja menntun og kannski annað fólk að sinna því sem annað. Þetta við höfum eftir að tala um það. Þetta sem ekki en síðan ég er aftur að það og það þetta með
Já.